Reynaldur fá hérna Hauka í heimsókn í bikarnum úr leik, tapið, hvernig svona fyrstu viðbrögð? Fyrstu viðbrögð, bara vorum bara eiginlega of litlir bara þannig lagað í okkur. Svona lýsir kannski best í hvernig við klikkum á. Við erum með, að vera 23 bolta í markinu hjá þeim og við erum með einhverja 6-7 bolta. Stóri munur leikur þar, en við erum auðvitað bara að klikka á, við erum ekkert að klikka mikið hérna fyrir utan, við erum ekkert að skjóta mikið utan af vellinu, við erum bara að klikka einn á móti markmanni og reyna að vera bara trekk í trekk. Fyrst við spila fína vörn, fáum við 28 mörk móti Haukum með 7 bolta að varða, ég myndi segja að það sé bara fín vörn, mörgu leiti, en sóknarlega vorum við bara, við vorum bara svolítið svona vantaði tenging á milli manna fannst mér. Við vorum bara lélegir á löngum köflum sóknarlega, það verður bara að segjast alveg eins og Svona bæði sendingar og bara svona grunnvinna, koma sér stöðu 1 á móti 1 og vinna það eða vinna með línu og svona, fá flæði, af því við vissum að þeir eru aggressífir en við ætlum að svona neina íta þeim niður með ákveðnum leiðum og fá svo flæði upp úr því, en ég veist við alltaf að vera bara svona svolítið rægir og stundum bara á svona 80% raun og veru vorum farið áttir aðgerðu, þannig að það kannski lýsir því líka að þegar við erum á 80% og förum í skotin okkar þá klikkum við þetta úr þeim, það er raun og veru bara hannig. Þannig að þú vilt meina að lélegur sóknarleikur hafi skilað ykkur ekki neinu í kvöld? Já, ég er svona fyrst og fremst að við erum bara lélegur sóknarleikur, það segir sig sjálft að við allan að við sem að klikka á 15 döðaförum, eitthvað svoleiðis, 100 markmanni, við allan að startstíðinu okkur, skilur það sem við erum bara einir á móti markmanni, það er alveg rosalegt. Skórið 9 mörk í seinni hálfleik, það er ekki gott? Nei, þetta menn verða líka aðeins að líta einn barm þegar það kemur og svona, við erum að klikka á svona svakalega á döðaförum, en mér fannst við bara, það vantaði ekkert upp á baráttu og slíkt og menn klárir alveg, en við þurfum bara meiri frammistöðu frá fleiri leikmönnum til þess að vinna Hauka. Við þurfum bara að spila góða leik og með að spila góða leik þá þurfum við að frammistöðu frá okkar helstu leikmönnum og fleiri mörk og fleiri varða bolta og allt þetta skilur við til þess að við raun og veru eigum eitthvað skilið út úr svoleiðis leik. Aron Dagur er búinn að spila lítið, hver er staðan á honum? Hann er bara tóknarinn ára og það er bara staðan, skilur við. Þannig að við erum bara við erum bara búið að vera smá bras fyrir áramót það er Jóhann og Binna lengi meidda og Binna alltaf bara þarf tíma til að komast tilbaka og síðan auðvitað bara líka Aron Dagur og það vantaði Örn líka í dag og svona fleiri möguleikar kannski fyrir okkur líka sóknarlega en við erum bara við erum búið að vera svolítið svona þannig þessi tími fyrir áramót en svona heilt yfir þá hefur verið bara ósáttu við rauninni stigasöfnuna, ég vil fá fleiri stigi út úr ákveðnum leikjum. Að tapa þarna með, bæði að tapa með einu marki sem við höfum getað tekið sigur. Við finnst við að það mátti að vera með svona 14 stig, ekki 10 í deildinni, en við hefum líka getað bara verið með 6 eða 4. Framöndan 5-6 vegna frí, hvernig ætlar HK að nýta það frí? Ætlar að gefa eitthvað frí núna, byrja svo strax í janúar, hvernig ertu að hugsa þetta? Já, menn fá bara frí frá handboltaæfingu núna fram með áramót og eru bara með lyftingaprógram frá okkar styrktarþjálfara og manni að sinna einhverjum 6 styrktaræfingum fram að 2. janúar og síðan tekur bara við mánuður í undirbúning og sem við ætlum bara að nýta vel og nýta vel saman og reyna bara að slípa okkur að vera saman og koma sterkir inn í seinni hlutann. Það er bara áfram gakki í þessu, það þýðir ekkert annað og menn verða bara núna að horfa í þessi reynslu sem við fengum úr leiknum í dag og reyna að læra því sem við erum að gera. Það er rangt og svo þetta er líka rétt. Aðeins út í framöndan EM í handbolta í Svíþjóð, hvernig líst þér á bara hópinn og hvað getum við gert í janúar, svona að lokum? Mér líst bara vel á hópinn. Ég er vonandi að Þorsteinn Leó verði heill og komi inn og verði bara klár fyrir fyrsta leik og það er svona, finnst mér vera svolítið mikilvægur partur líka upp á svona útilínuna og gefa Snorra svolítið svona öðruvísi tækifæri með sóknarlínuna. Ég held bara að við höfum gríðarlega, öflugt lið
ég held að við höfum að geta skorað mörk og svona, þú veist, svona spurning hversu stabilir við náum að vera varnarlega og við þurfum að vera það og fá hérna, þú veist, markvörslu ykkur einasta leik. Það er raun og veru veltur líka bara svolítið á því að Viktor og Bjöggi verði í hérna góðu standi og hérna hafi sjálfstraust til þess að standa frá aftan en þú veist, ég verð gaman að sjá, ég verð til að sjá að við, þú veist, myndum ná sterkum varnarleik og geta líka refsaliðum með hérna seinni bylgju og slíku. Það á að vera gott vopn fyrir íslenska landsliðið. En annars líst mér bara mjög vel á mótið og hérna bara vona að stuða til þess að þeir gangi gríðarlega vel en maður fylgist auðvitað bara spenntur með hérna heim í stofu. En ég held að hópurinn sé bara, þú veist, eðlilegur, svona. Þú ert ekkert á leiðin út? Þú ert ekkert á leiðin út? Nei, ég er búinn að fara stundum en ég ætla að vera heima og horfa og hérna í stofu en bara að senda bestu kveður á strákana og vonandi bara að þeir fara sér lengst og hérna og svona styrkleika liðsins náðu að njóta sér.